Góðan daginn, ég heiti Jón Þór Sigurðsson. Í seinasta myndbandi fórum við yfir tool-svæðið og þar settum við inn hvaða tól og hvaða hraða við vorum að skera á. Í þessu myndbandi fyrir við í geometry og þar erum við að velja hvað við ætlum að skera út. Og með 2D kontór, þá eina sem við þurfum að gera er að velja línuna sem við viljum skera eftir og við viljum ekki velja efri línuna því þá munum bara skera eftir toppinum á efninu, við veljum neðri línuna. Og þá þarf ég að ýta á allar neðri línur sem ég vil skera út. Og þarna valdi ég óvart efri en ég get ýtt á hana aftur og ýtt á delete current kontór og þá hverfur hún. Þá get ég haldið áfram að velja allar neðri. Hérna stökk ég aðeins áfram og er búinn að velja allar línunar. Það sem er líka mikilvægt er að við viljum ekki að efnið muni skjótast út frá plötunni sem við erum að skera út, þannig að við þurfum að bæta við tabs. Eins og sjá hérna í Contour Selection þá er ég búinn að velja 56 chains eða 56 útlínur, en við viljum bæta við hérna tabs og það er mjög gott að bíða bara með músina yfir tabs og þá sjáum við hvað það þýðir. Og hérna sjáum við að þetta bæti við svona litlum flipum sem að munu halda efninu kyrru þegar þetta er búið að skerast. Mig langar að fá inn triangular tab eins og þið sjáum hérna, þá kemur hann ekki kassalaga flipi heldur þríningalagaður sem að mun gefa mér færi á að fara rólegra inn í efnið. Þannig ég vel hérna triangular. Ég vil hafa efnið eða flipan 10 mm breiðan og 1,5 mm háan. Efnið mitt er 2 mm þannig ég vil hafa aðeins minna en það sem ég er að skera út. Svo get ég valið hérna hversu marga flipa ég hef og þetta er aðeins of margir. Mér vantar einungis 4 flipa, þannig ef ég set þetta upp í 100 þá fæ ég út hérna 4 flipa. 1, 2, 3, 4. Ég giskaði bara nokkuð vel en ef ég hækka þessa tölu þá sjáum við alltaf hvað er margir flipar sem koma upp. Þannig að hérna valdi ég bara 120 til dæmis en það er ennþá 4 flipar á. Þetta er það eina sem við þurfum inn í geometry og í næsta myndbandi förum við yfir næstu 3 svæði. Takk fyrir.